Viska til frelsis, 13. kafli, trúarbrögð. Trúarbrögð heimsins eru mörg og ólík og sum þeirra hafa marga ólíka anga og ólík afbrigði. Þau eiga það öll sameiginlegt að gefa fólki trú á eitthvað sem er æðra og meira og þau gefa mörgum von og vellíðan. Þau hafa því miður í gegnum söguna skapað mikinn ágreining og sundrung og mörg stríðin í gegnum aldirnar má rekja til trúarbragða. Því má segja að trúarbrögðin geta verið tvíeggja sverð. Hafa ber í huga að öll trúarbrögð heimsins eru mannanna verk og sköpun og hafa því oft á tíðum verið notuð sem stjórntæki í gegnum aldir. Flest trúarbrögð byggja á kennslu andlegs meistara sem hefur síðan verið sett í búning trúarbragða þar sem sumt af kennslu meistarans hefur verið tekið út og öðru bætt inn. En trúin er mikilvæg því hún leiðir okkur til upplifunar. Trúin flytur fjöll eins og sagt var og það er mikið rétt, því hún leiðir okkur veginn að upplifuninni. Mikilvægt er að skilja og meðtaka það sem andlegi meistarinn kenndi og notfæra sér þá kennslu sér til framdráttar í lífinu. Sá sem skilur kennsluna getur nýtt sér hana til hærri meðvitundar og þroska. Margir trúa í blindni og hvorki skilja né meðtaka það sem kennt er og fara því á mis við boðskapinn og kennsluna. Margir stunda trúarbrögð af skyldurækni frekar en að öðlast og meðtaka það sem framfer. En margir skilja og meðtaka og færa sér kennsluna í nyt til þroska og framdráttar í lífinu. Flest trúarbrögðin færa okkur nær Guði eða guðum í einhverju mynd þó svo að skilningurinn sé oft á tíðum ólíkur. Sá sem opnar augu sín fyrir sannleikanum mun geta greint hismið frá kjarnanum og mun geta nýtt sér kennslu meistarans sem trúarbrögðin byggja á. Upplag flestra trúarbragða byggja á umburðarlyndi, kærleika, hjálpsemi, jákvæðni og samheldni á meðal fólks og fyrir þann sem skilur leiða þau til hærri vitundar og þroska. Þetta er kennsla frá sönnum andlegum kennara. Skapi trúarbrögð hins vegar mikinn ótta, sundrung og hatur á meðal fólks, þá er það mannanna verk og tilbúningur sem ekki er unnin frá andlegum meistara. Hver og einn þarf að vera gagnrýninn á það sem hann sér og heyrir og læra að skapa sér sín eigin afstöðu og skoðanir. Lærðu að hlusta á innsæið þitt því þar liggur hinn mikli sannleikur og viska. Notaðu trúna til að upplifa kærleika Guðs í hjarta þínu.